Já, komið sæl, áhorfendur góðir, þetta eldhúsmeistarana. Við ætlum að tala við hann Jóhannes Geir Gíslason bónda í Skáliðum sem var bóndi þar lengi og við ætlum að heyra hvað svona fróðleikum búskaparhætti og mat sérstaklega, þetta svona meiri matarþáttur. En fróðleikur manna endilega fljóta með. Komið sæl, áhorfendur góðir, Magnús heit ég og þetta kokkaþátturinn eldhúsmeistarana. Við erum stödd hérna á sjávarbarnum og hann staddur hjá mér bóndi. Hann ætlar að segja mér frá skal ég segja ykkur búskaparháttum og matargerð í gamla daga. Og hver maðurinn? Jóhannes Geir Gíslason í Skáliðum. Ég bjó fastri búsetu í 30 ár, 77 til 2002, það væntanlega 35, ekki satt. Jó, heyrðu, það nú vill svo skemmtilega til að ég þekki nú aðeins til á mínum ungdómsárum, þó að ég sé nú ekki gamall, finnst mér, en þá ég 55 ára, en þegar ég var ungur maður, þá var ég í 5 sumur í sveit hjá honum Jóa í Skáliðum. Við köllum bara Jóa í Skáliðum, það hann sem var kallaður alltaf þarna og ég þekki þetta svolítið eigin raun, þess vegna get ég spurt af kunnáttu með svolítið sko. Ég hef alltaf gaman eins og eldhúsmeistarana að segja frá fróðleikum mat og gamla búskaparhætti. Við fórum og töluðum einu sinni við mannin hérna í þjóðminjasafninu og ég hef tekið svona menn tali með gamla matreiðslu og svona alls konar fróðleik. Þetta það sem eldhúsmeistarana stendur fyrir, það fróðleikur, skemmtun og afþreying. Jói, nú erum bara að byrja á byrjuninni. Þetta svo margt sem mér langar að spyrja mér langar að bara byrja á selnum til dæmis, svona í stuttu máli, hann var alltaf nýttur í Skáliðum. Já, selurinn var alltaf nýttur, hann var... Frá ómunna tíð? Já, ábyggilega, það var alltaf góð selveiði í Skáliðum og selurinn var uppistaða í okkar fæði öll mín uppvaxtar ár og langt fram á fullorðinsár, hann það ekki lengur, en hann var það. Hann var saltaður, það var aðalega notaður saltaður selur upp úr tunnu árið kring og það voru svona 1 til 2 máltíðar í viku af selnum. Já, þú sagðir að þetta var ekki sparimatur, þetta var bara dagleg sprúksmatur, það ekki? Já, þetta var sko ekki sparimatur. En það var þó alltaf, hann var alltaf vinsæll og ég minnist þess frá minni bernsku, við vorum 2 systkin á svipuðustum aldri og stelpan, hún hlakkaði alltaf til þegar var selur í maturinn og við fundum á lyktinni að var verið að sjóða sel. Þá hlakkaði hún alltaf til. Ég hlakkaði meira til þess að það væri skarfur, saltaður skarfur með selspiki, sem var algengur líka þá. Já, en líka sko, mér langar að spyrja þig svolítið það, að það var alltaf hnoðmör með honum. Akkur var hnoðmör? Hnoðmör, sko, hnoðmör að vísu raspaga sem varð einhvern tímann til þegar að farið var að tíðka það að hafa hnoðaðan mör til sölu. Þá voru hún gefið nafni hnoðmör en hann var aldrei kallaður það heima, hann var kallaður hnoðaður mör. Og aðdragandi þess að væri til góður hnoðaður mör, hann varð að vera réttur
Það var rétt meðferð á mörnum strax við slátrun, síðan við ákveðið langa geymslu og góða og síðan hnoðun. Og hann var látinn hérna við geymsluna, látinn hérna, skal ég segja, fiðrast. Fiðrast segir þó þetta kom önnur rassbaga. Já, það var nefnilega málið. Ég stóð alltaf í meininguna að það væri fiðrað. Þetta á ekkert skylt við fiður. Nei. En feyrun svona lítilsháttar mygla eða kannski feyra þýðir nú kannski sem leiði sprunga. Það svona einhvers konar byrjun á skemmdum sem að verður að vera mátulega mikil til að gera mörinn góðan. Já, skemmdun sko. Myglun eru skemmdir, en hún getur, ef hún rétt notuð myglan, látið mygla hæfilega. Þá það maturinn. Heyrðu, en við erum að tala um matinn og við erum búin að vera að tala svolítið hérna selinn og það hnoðmörinn, og núna langar mér að spyrja hérna fuglana sem voru til átu hérna í Skáleyjum. Ég man eftir hérna skarfi, saltaðum skarfi, og ég man eftir hérna teistukvoðum, hvað kallar það? Teistukvoða. Já, í mínum uppvexti var það skarfatekja og teistukofnatekja. Þá var lundakofnatekjan að mestu aflögð. Ég kynnti þenni lítilsháttar en ekki mikið, en teistukofnatekja var alltaf á hverju ári. Það var farið einu sinni landið og teknar tækar kofur. Það var farið ofan í jörðina í svona... Nei, teistan verpir í grjóti. Já. Það í grjóthólum og urðum sem að hún verpur undir steinum eða bak við steina. Tekið þá rétt áður en þeir eru fleygir eða eitthvað svoleiðis? Já, rétt áður en fara úr bælinu. Það var kallað teistubæli, heimilið þeirra. Og teistukofan eins og annað nýmeti, þetta var ekki það mikið að þetta var 1 eða 2 máltíðar. Það var alltaf hópur af fólki og þurfti töluvert, en það voru 1 til 2 máltíðir af teistukofu sem að teknar voru, og nýmetið var alltaf óskaplega bragðgott, ekki höfðum við fristi, maður hafði ekki að staðaldri nýmeti. Það var sama hvað kom upp, það var kjöt eða fiskur, þegar það var nýtt þá var það alveg óskaplega bragðgott. Já, en svona teistu, hvernig þetta var þetta matið? Var þetta reitt og svið eða handflett? Já, teistukofan var reitt og strókin sem kallað var. Ég hef nú reyndar haft það fyrir síðan núna síkast ef ég tek kofu að bregðinni aðeins á loga, en það var ekki gert. En það sviðabragð sem kemur við það er alveg hægt að þvo það af, því að maður má ekki svíða of mikið. En kofan var strókin svoleiðis að hún var hýlaus nokkurn veginn. Það var hægt með kofuna en ekki fullorðinn fugl. En það var reyndar aldrei tekin eitt fullorðinn fugl nema dálítið lundi. Já. En lundakofan, hún var alveg eins meðfarin, og það var þetta eina skipti sem að ég man að tekin var svo mikil lundakofa að hún var meira enn í matinn einu sinni eða tvisvar, og þá var hún söltuð, og það var ágætur matur, söltuð kofa. Svo var skarfur líka, það var farin í skarf. Já, skarfavarp var heima á þeim árum, en nú ekkert núna. En það var á þeim skerjum þegar að ég var krakki, og var tekin skarfurinn áður en hann fór. Hann var eldaður strax og svo var hann saltaður? Hann var Hamflettur? Hann var hamflettur. Já. Það var ekki nýttur hamurinn af honum. Sko, kofuhamurinn var kallað laukur því að hann þótti sérstaklega bragðgóður. Já. Það var öll fitan af kofinni, hún var öll í hamnum. Nútíma fólk kann ekki að meta það. En hefur þú smakað fíl þá? Ég smakað fíl, hann svipaður. Hann svipaður? Já, þetta nú uppalið á sama fæði, það uppalið á síli. Ég var svo heppinn að ég var í Vík að smakka saltaðan fíl, og mér fannst þetta bara herramannsmatur, og hann var saltaður, en ég borðaði svolítið af fyttunni, en ég rópaði henni svolítið eftir, og var svolítið fitta í þessu.
Ég minnist ekki neinnar ropfitu af kofunni. Þú kallar þetta laukur. Já, það var kallað laukur. Þetta var bara svo gómsætt að það var fram úr öllu hófi fyrir þá sem að ekki fengu nýmeti daglega. Heyrðu, við vorum komin hérna, við vorum búin að vera að tala um nokkra tegundir af mat sem í eigunum og nú langar mér að tala um eggin. Það mikil eggjataka hérna og þú veist, einna af vorverkunum og hérna nytjónum eru sem sagt dúnn og þá fylgir mikið til dæmis egg með því. Já, sko, heima voru alltaf tekið, það var bara sjálfsagt mál að taka í fyrstu leit sem kallað var. Meðan að kollan var að verpa þá þótti sjálfsagt mál að taka hæfilega af eggjum til matar. Já. Og það héldu sumir og það sem var verið að gagnrýna í sambandi við það var að það væri verið eins og að slátra lömbunum í fættum að það kæmi niður á stofninum. Já. Það rangt athugað því að æðarfuglinn frjósamur fugl og það ekki nema brot af þeim eggjum sem að þeir verpa sem að verða fullorðnum fuglum. Passar og ég get nú sagt sögur af því að mér var kennt þetta og við tókum hérna margar eyjar og hérna í Skálum og leituðum þetta var leitað tvísvar manni og stundum þrisvar sko og hérna tekinn dúnninn, það fór líka bara eftir hvort það var rigning og allavega, ef það var gott vor þá náðast mikið dúnn, en þá var okkur kennt að voru 5-6 egg í hreirinu, þá áttu að taka 1-2 og skila jafnvel bara 4 eftir og jafnvel 3 því að hann myndi bara verpa aftur og við alltaf svona okkur var kennt að skoða eggin hvort þau voru fersk eða orðin stropuð. Já, þú lærðir að skygna á sínum tíma. Það datt engum manni í hug og það var kalluð hinn mesta hroðvirkni að skygna ekki eggin til að sjá á hvaða stigi þau voru. Þau voru tekin ný. Lýstu því hvernig það var að skygna eggin? Skygna, það var svona myndaður kíkir með hendinni. Já. Og upp í sólina eða upp í birtuna og egginu breiði endinn skengdur í gegnum þennan kíki. Þannig að þá sá maður á hvaða stigi eggið var. Já, komið sæl áhorfendur góðir, við erum stödd hérna á sjávarbarnum og ég með hann Jóa í Skálum, Jóhannes Geir Gíslason sem var lengi bóndi þar. Við erum að segja frá fróðleik með mat og búskaparháttum frá því í gamla daga. Ég var nú svo heppinn að hafa verið þarna í 5 sumri í sveit, þannig ég get spurt að ykkur í kunnáttu en hann leiðrétti mér, ég gerir oft svolítið að mistökum. Við erum hérna á sjávarbarnum og fá okkur bara íslenska kjötsúpu og te og vatn og bara erum í góðu yfirlæti og ég svona yfirherran og þetta svona skemmtilegu fróðleikur. Ég man margt af þessu en maður alltaf að frétta eitthvað nýtt. Herri Jói, við vorum að tala um hnoðaðan mör og þú sagðir að það var raspaga. Hvað raspaga? Er það einhver vitleysa bara? Já, það eitthvað þegar að... Raspaga? Hvað kemur það? Það þykir vera vitlaust talað. Það var til dæmis í... Það var með rassanum eða eitthvað? Það var til fornasagan Bögu Bósi, því að hann sagði marga vitleysu, hann var nú að vísu svo skáldlegur að hann talaði bara vitlaust viljandi, en það Bögu Bósi orð sem er oft notað yfir þá sem að tala vitlaust. Raspaga? Hvað kemur rassin í þetta þá? Rassin einhvað skammarlegt fyrirbæri
en það sko, þú varst ekki að tala hnoðmör. Jú, hnoðmör og ég sagði alltaf hnoðmör en þú segir að ég segja hnoðaður mör. Hnoðaður mör var alltaf í mínu uppvexti, hnoðaðan mör var alltaf talað í mínu uppvexti. Hnoðmör virtist verða til þegar farið var að auglýsa, það var einhvert auglýsinganafn. Já, og þetta ekki á Vestfjörðum eða næsta? Ég held að, jú, þetta talað vestfirskan hnoðmör, en ég held að orðið hnoðmör hafi ekki verið venjulega í daglegu tali fólks fyrir vestan, það var alltaf talað hnoðaðan mör. Já. Og svona í stuttu máli, ég hef alltaf gaman að því hér fyrir sunnan og mörgum stöðum eru hamsar, þá eru sem sagt mörinn tekin og bræddur og það tekni svona fitukuppar og þeir eru svona brúnaðir og þetta finnst fólkinu gott fyrir sunnan að vera með hamsa og ég hef var við það í mínum veitingaferli að þegar fólk að borða saltfisk og skötu og svona, það hrifnar af hömsónum en hnoðin mör verður að vera með. Hvernig svona hnoðin mör í stuttu máli, hvernig hann búin til? Sko, ég vil nú víkja aðeins að því þú talar hamsa, að það var alltaf talað hamsatólg. Já. Og hamsatólg mörinn beint úr kindinni brytjaður niður hæfilega smátt til að setja í pott og bræða. Já. Og mér finnst hann góður líka, en hnoðaður mör tíðkaðist heima og hann var auðvelt að gera vondan en var rétt meðhöndlaður, var hann góður og vinsælt út á lát með mat. Já. Þar sem að hann hentaði, þar sem passaði. Og ein raspagan var fiðraður, þetta hefur komið, þú hefur heyrt þetta oft, þannig að það er ekki bara mér að kenna. Nei. Fiðraður hnoðin mör, fiðraður hnoðmör, það er bara 2 raspagur í einu. Já, það er það. En fiðraður, sko, þetta var ekkert skilt við fiður. Nei. En hann var kallaður feiraður, ef hann var hæfilega miklaður, það þótti til bóta að hann geymdist þangað til hann voru komnaður svona grænleita rendur í hann, það sem bara upphaf á myglu og ef hann mátulega feiraður þá var hann bragðbestur en það hafði hann að öðru leyti líka verið rétt geymdur. Já, þetta akkurat sko það sem ég man eftir að maður fekk hnoðmör með selinum og saltfiskmann ég var og hann var bara í minningu þá var hann mjög góður og hann var sterkur sko. Ég búinn að fá allar tegundir af hnoðmör keyptar hjá mönnum sem búa þetta til viðurkenndum eldhúsum en mér finnst ekki sama bragðið. Já, ég kannast við þetta. Er þetta alltaf að fara til fjandans til? Ég veit ekki, ég hef fengið misgóðan hnoðaðan mör úr verslunum hérna í Reykjavík. Já. Og ég veit ekki hvort það er framleiðandanum að kenna eða geymsluferlinu og það er frá upphafi því að nú á dögum fæst valla nothæfur mör til þess að hnoða það sem mörinn sem fenginn er með slátri þegar að tekið er slátur, sem að fólk gerir nú dálítið alltaf, að það er yfirleitt ekki góður mör til að hnoða vegna þess hvað hann er blautur. Fólk notar svo mikið nú á tímum í sláturhúsinu að mikið vatn í aðskilnaðarborðinu. Já. En það var alls ekki notað vatn í mínum uppvexti. Það var þýðingar mikið að taka mörinn vel þurran úr innmatnum á borðinu og setja hann saman í skildi sem kallað var og það þurfti að vera rétt gert og þetta þurfti nokkurra vikna geymslu. Það voru ekki allir sem að setja það saman í svona skildi. Það er hægt að geyma hann öðruvísi sundurlausan bara. Og í pókum? Eða í pókum, já. Hann þarf að vera í réttu hitastigi og þurrk. Já, við vorum konir í búin að segja frá mörgum maturinn, nú langar mér að spyrja um beljubúskapin eða kýtnar eða hvernig maður á að segja það var nefnilega Sumum þykir það voðalegur dónaskapur að nefna belju. Mér finnst auðvitað ekkert dónalegra við kúna að kalla hana belju heldur en að kalla stúlkuna stelpu.
Já. Mér finnst það svona sambærilegt. En það voru alltaf kýr í skálum? Það voru alltaf kýr til heimilisnota og þessi ár mín í Flatey var ég með mjólkursölu til fólksins þar og Magnús menntaðist í því að hirða kýr og mjalta. Hann stóð sér bara í því alveg. Já, ég man eftir því á mínum árum þegar ég var í Flatey líka, ég var bæði í skálum og Flatey og þá náði maður í kýrnar og maður mjólkaði þær og þá voru 1, 2 og 3 mjólkandi stundum og þetta var allt saman handmjólkað maður. Þær voru 3 og 4. Ég man ekki, ég man mest eftir 3. Ef við erum heima í Skáleyjum höfðum við alltaf að staðaldri þessi ár sem við bjuggum þar voru kýrnar 2 að staðaldri og stöku sinnum 3, það var svona tilvíljana kennt. En við höfðum alltaf mjólk til heimilis og það var mikið notuð mjólk og skýrgerð og skýrgerð vandasöm og ráðskonu átti ég ágæta í 15 ár sem var snillingur í skýrgerð. Ég minnist þessum besta tímans í skýráti heima. Ég man nú eftir því góðri sögu að í Flatey þá var nú tekin til heimilis og selt mjólkin og það var búið til skýr og í minni minningu var nú skýrið bara alveg ljómandi gott og líka í minningunni var rjóminn, hann var líka á vorin, þá var hann svo brúnn og ekstra þykkur og hann alveg bara þeyttist, þetta var allt öðruvísi heldur en búðarrómi, mjög góður fannst mér, sveggt þykkur, en eitt skipti manni var að það var eitthvað verið að flýta sér og það var ekki búið að sía skýri nógu mikið og mér fannst það alveg eldsúrt maður og kvenkaði mig mikið og þá sagður bara Magnús, ef þú getur ekki, þá er ég nú ekki ungu maður, ef þú getur ekki étið þetta, þá getur aldrei drukkið brennivinn. Manstu eftir þessu? Já, ég man eftir þessu, þetta var ljótt af mér að segja þetta og þau voru fleiri strákar sem fengu þessa leksíu. En ég allan að þræla þessu í mig maður og þorði ekki öðru og hafði gaman af og hef alltaf munað þetta bara sem skemmtileiti í minningunni. Já, þetta var auðvitað engin menning að nota svona árbræði við krakkana. En þá kallar þetta graðhestaskýr? Nei, ekki þá endilega, en graðhestaskýr það þegar að skýrið kornótt og það misefnuð hleypa. Já, og það var korn í því. Já, það var korn í því. Og það var oft, ég ekki eins hrifinn af skýrinu mínu sjálfs í Flatey eins og Magnús virðist vera. En ég hef búin að segja frá þessu. En það voru alltaf, og ég sé eftir því núna að það eru ekki lengur kýr því að það var reglulega gaman að hafa kýr og mjólka kúna og smákrakkana með því að þeir verða alltaf hrifnir af þessu. Já, og rjóminn líka, en var ekki líka rjóminn. Og var ekki líka búið til smjör? Jú, það var búið til smjör og það Var það selt? Heima var það, já, að mamma gerði bögglasmjör og það var selt í verslunum. Bögglasmjör var út úr verslun ákvæmlega misjafnt því að það var vel hefnað og misvinsælt. En smjörið var alltaf heimafengið í mínu búskap og það var svona tiltölu auðvelt að hafa. En var það matreiðsla? Ég hafði heyrt það sé bara að búið til þrátt smjör eða saltað smjör? Nei, það var bara þótti mishefnað að það var þrátt, en það var saltað og söltunin var líka vandaverk. Já. Og síðan var það geymt og í töfluformi mótað saltaða smjörið og það var hægt að geyma í frysti saltað smjör og það var ekki geymt öðruvísi eða bara á þurrum stað ef að þurfti að geyma það. En ég man nú eftir því líka með kýrnar að það voru einhverjir svona naut með. Já, við vorum með nautaeldi þarna heima í Skáleyjum. Og þið sendu það svo bara upp á landi í slátturannar eða þeir nýttu það ekki sjálf? Nei, það var nú lítið. Ég man eftir einu sinni í mínum búskap að ég tók væna kvígu til heimilis, annars fóru þau í kaupstaði. Já. Nautkálfarnir. Já, ég man eftir við vorum að ferja nautin hérna á milli eyja hérna og manna var það þó gott að hafa nautin í eyjunum til að býta græsið? Jú, það var ágætt og naut voru
notuð í þannig og það voru oft kvígur sem að fóru í sláturhúsi líka, þær gengu yfirleitt með mjólkurkúnum heima og nautin voru í eigum og það var ákaflega skynsamlegt ef að þurfti að taka nautin, þau gáttu verið stygg og óþekk. Það var ákaflega skynsamlegt að fara með bátinn fullan af kvígum, taka kvígurnar fyrst og þá voru tuttarnir alveg gráðugir í að komast út í. Já, bátinn, já.